umræðan fyrir þennan leik var Viktor Sigurðsson. Hann gengur í raðir Framara. Framara borga mjög hátt eða gott verð fyrir hann til Vals. En það hafði gerst í millitíðinni, það var heiðursmannasamkomulag gert á milli. Hann myndi ekki spila þennan leik, þráttur að hann væri löglegur, þráttur að hann væri búinn að spila fyrir Fram á móti HK. Við erum með alveg sterkar skoðunar á þessu, sérstaklega maður sem situr hérna vinstra megin við mig. En við ætlum að heyra samt sem áður, fyrst í þjálfurum liðana, ég spurði það út í þetta fyrir leikinn á fimmtudaginn. Já, þetta var bara hluti af dílnum og við vorum í raun og veru ekkert í bílstjórasætinu hvað þetta varðar. En svona þetta bara og menn mega alveg vera hissa. Þetta mál var bara unnið mjög faglega, bæði að hálfu Vals og Fram og þetta var bara hluti af pakkanum. Við vorum bara að kaupa leikmannin, jú, en þú veist, þeir settu bara þessi skilyrði og við bara virðum það og bara allt í góðu skilyrði. Þannig að þetta er bara leiðilegast kannski fyrir leikmanni sjálfan, sko, en svona þetta bara. Okkur fannst það bara eðlilegt að stutt síðan hann var hjá okkur og þetta var bara svona partur af samkomulaginu og Framarnir voru ekkert að mótmæla því. Við hefðum þess að geta farið fram á að myndi ekki spila neitt í vetur á móti okkur en okkur fannst kannski eðlilegt að þetta væri svona og ég held að allir hafi verið og flest allir hafi skilning á því. Það er mikið búið að tala um þessi félagaskipti akkur að selja hann þangað hingað. Við getum ekkert pikkað í annað hvert lið á Íslandi og óskað eftir þessu. Þannig að við höfum gert þetta eins vel og við mögulega gátum og heiðarlegi við Viktor og Viktor er góður drengur og ég vona innilega að hann myndi standa sig vel með Fram en okkur fannst þetta eðlilegu partur af samkomulaginu og Framara voru bara sammála því. Já, athyglisvert viðtalið við Gústa Jó þarna á sig löglegt en siðlaust. Ég veit ekki hvernig orða þetta. Mér finnst bara þetta að vera í grunninn bannað þegar leikmaður keyptur og hann er á löglegum öðru liði þá á hann ekki fá að spila móti öllum liðum deildarinnar. Mér finnst það reglan að vera þannig. Ég veit ekki hvað mönnum almennt finnst eða ég held þetta sé þannig ákveðin. Það er erfitt að eiga við þetta, veist? Já, ég meina ég skil Valsarana líka. Þú veist að banna honum að spila, það náttúrulega veikir framliðið. Og ég skil alveg þegar að fá Arnór Snæja þeir hafi selt hann í Fram, þú veist. Þennan Viktor, en það er bara leiðilegt fyrir alla sem fylgjast með deildina að Viktor fá ekki spila leik því að leikurinn hafi verið svona sögulegan leiksins að Viktor hafi verið að spila mútið gömlu félögunum og... En Gústi sagði að þeir eru þessna geta sagt bara að hann myndi ekki spila mútið Val á þessu tímabili. Já, mér finnst það reynda bara mjög furðulegt og ef þeir ætla að fara fram á það því að ég er sammála ef það eru fara fram kaup á leikmanni þá bara þetta er allt annað, þetta er lánssamningur út tímabili eða jafnvel í einhvern stuttan tíma. Það finnst mér vera bara annað mál en kaup á leikmanni, þú veist, það á bara ekki að vera að setja það með. Það er allt annað, sko. Lánstílarnir eru náttúrulega svona, stundum ertu að lána leikmann til þess að fá að spila og þú veist að lána leikmann í lið sem að, þú veist, er ekki að fara að vinna og þá getur þú bara leyft honum að spila móti þínu lið. Stundum ertu að lána leikmann upp á spiltíma, hann á eftir að spila með þér aftur á tímabilinu, þá kannski viltu ekki láta hann spila á móti, bara upp á, setja hann ekki í þá stöðu. En þegar leikmann alfarið fari yfir, finnst mér hvað sem er eitthvað næf, en mér finnst bara að regla, það er verið að regla að leikmaðurinn ekki spila móti öllum liðum, líka liðum sem hann var að spila móti. Það gerir þetta bara, kryddar þetta bara skemmtilegra, Rakel, hvað er þetta að gera? Reglurnar eru alveg skýrari. Hann er löglegur að spila. Ef Fram hefði ákveðið bara að segja bara, heyrðu, hann spilar bara, ætla það að sé eitthvað í samningnum með einhverja klásúlu að þá þurfa að greiða meira fyrir hann eða? Já, það er náttúrulega spurning hvort það hafi hreinlega verið bara heiðursmannasamkomulag eða hvort það hafi bara alvöru verið ritað í samningin. Það er þetta þá tvennt ólíkt. Ef þetta er bara heiðursmannasamkomulag þá hefði þetta bara Framar að geta bara sett hann á skýrslu og spila hann en það hefði þetta ekki fundist það kannski vera þeim til framdráttar en í raun og veru setja bara spurningamerki þú veist að þetta yfir höfuð sé sett upp sem skilyrði fyrir hennar samning. Það er kannski stóri parturinn en ég veit að Framarnir hefði ekki viljað svíkja eitthvað heiðursmannasamkomulag eða... Þetta heiðursmenn í Fram og svo sem hjá Val líka, það er ekki það? Nei. Það má ekki bara vera einhver regla yfir þetta sé bannað. Menn þurfa þá bara að fara og segja hann sé meiddur eða eitthvað, eða hafa gert eitthvað svona samkomulag og fara eitthvað í kringum þetta, en ekki fyrir með þetta opinbert. Þú veist, ég veit ekki, það er alltaf mín skoðun, mér finnst það bara...
En hann fær að spila næsta leik á móti þeim, það ekki? Við verum með sér myndavél á Viktori þegar liðið mætast aftur.